Ég náttúrulega starfa núna í áratugi við að flytja olíu landið. Og það eru tvær gerðir af bílstjórum. Það eru þeir sem hafa velt þessum bílum og svo þeir sem hafa ekki gert það. Og ég í fyrri hópnum, sko. Ég hef velt svona bíl. Það var janúar 2013. Þá ég á ferðin í Djúpi, í Ísafjarðardjúpi. Komið fram á kvöld og það er svona rigningarúði. Það er svona, sko, það er auður vegurinn, en það er svona úði, sko. Það er ekki rigningandi, svona úði, sko. Og ég keyri þarna, það búið að vera fínasta færi og svo kem ég inn í Hestfjörð og að komin í botn á Hestfirði. Þá allt í einu ég komin bara út á svartan ís, bara alveg rennandi blautan svartan ís, sko. Og ég finn bara hvernig ég að missa bílinn, sem betur fyrir var ég ekki á mikilli ferð, ég var ekki á nema kannski 60-70 km hraða, sko. En á fullestuðum bíl með yfir 40 lítra af bensíni í bílum. Og ég að slást við bílinn og það svona, mér finnst ég vera að ná honum, finnst ég vera að ná tökum á bílnum, þá kemur svona smá hnykkur á hann og þá finn ég það og maður gerði sér alveg grein fyrir því, sko, þá var ég búinn að missa bílinn, sko. Það var bara þannig, sko. Og bílinn snýst á götunni og ég horfi bara, það er bara klettur mitt á móti mér og ég horfi bara inn í klettinn og hann kemur æðandi á móti mér og þá kemur svona augnablik, ég var alveg sallarólegur, sko, en það kemur svona augnablik sem að kemur upp í huga mér, jæja, þá þetta búið, kallið minn, þá þetta búið. Og ég keyri beint inn í klettinn og kletturinn var bara þverrnýtt stálið, sko. En ég svo heppinn að vagninn, sko, ég keyri svona inn í hérna bergið og vagninn ekki alveg beint á eftir bílnum. Sem gerir það verkum að þegar ég keyri inn í klettinn, þá ýtir vagnin bílnum svona til hliðar og skautar svo hérna með honum í staðinn fyrir ef hann hefði verið beint fyrir aftan mig, þá hefði hann komið bara og kramið mig upp í klettinn, sko. En hann snýst og fer til hliðaði mig og veltur. Og svo náttúrulega gengur þetta og þarna náttúrulega maður svona hálfvankast, ég rótaðist ekki en svona hálfvankaðist og hérna þurfti smá tíma til að átta mig á því þegar allt var yfirstaðið, hvar ég var og hvað var í gangi. Og þá ligg ég inn í bílnum, ég ligg, sko, í bílstjórasætinu og ég horfi út framrúðuna sem var farin, sko, það var engin framrúða og það rignir á andlitið á mér og það var svona augnablik hver ég hugsa, byrju, allir ég sé dáinn. En það var ekki. Þú varst ennþá hérna megin? Ég var ennþá hérna megin. Fékk þarna eitt séns viðbót, þeir eru orðnir nokkrir. Og hérna, og ég klöngrast út úr bílnum og út framrúðuna og þá horfi ég bara niður og þá eru bara fleiri metrar niður því að, sko, vagninn lá á hliðinni utan í veginn og bíllinn stóð svona upp á endan ofar á vagninum og ég var hérna í bílstjórasætinu hérna uppi, sko. Og ég bara trúði sér ekki, sko, hvernig þetta gat verið svona. En ég náði að klöngrast niður bílinn og niður á vagninn og hérna og stökk þaðan og niður á veg. Það var náttúrulega svarta myrkur. Og meðan á þessu gengur, það var einn annar bíll í Djúpinu sem var að keyra Djúpið. Hann keyrir fram hjá mér akkurat þegar ég að klöngrast út úr bílnum. Og hann kemur alveg, sko, ég lá alveg til hliða við veginn, sko, en samt alveg von í veginu, sko. Hann keyrir alveg með flagginu, sko. Lendir ekki á því. Og hann þurfti einhverja, sko, fleiri hundru metra til að stoppa bílinn, sko. Stoppar hann bílinn, nær að stoppa bílinn. Kemur labbandi tilbaka með sígaret í kjaftinum.
og það flæddu þarna sko 40.000 lítrar af bensíni hesturinn. Já, það rifnaði allur tankurinn. Það fór ekki allt úr honum, en alveg nógu mikið sko. Hann kemur labbandi þarna í myrkrinu og ég sé bara glóðina þegar hún kemur alltaf nær og nær sko. Og ég kalla til hans og beði hann að drepa í sígarettunni því að það flæddi þarna bensínum allan veg sko. Og hann fór bara í hálfgert taugaáfall sko. Og hann drap í sígarettunni og hann var í verra ástandi heldur en ég sko. Ég var sallarólegur yfir þessu, hann var alveg í taugahrúgu sko. Ef hann hefði nú sprengt þetta allt saman upp sko. En þetta fór nú allt vel og hérna. Það hefði verið bíómynd að sprengja? Já, þetta hefði verið, já. Það bara engin orðið vitnaði nema bara við tveir því að það er langt yfir á Súðavík. Og það tók þá langan tíma að komast, hann var með síma sko, hann náði að hringja til hjálp. Og það var stór mál að komast til okkar vegna hálku frá hérna bæði slökkvilið og lögregla og sjúkrabíll. Og ég var fluttur bara beint niður á Ísafjörð og sjúkrahúsið þar sko. Ég bað nú að fá að vera þarna á staðnum og aðstoða á við að ganga frá þessu, en þeir vildu það ekki. Vildu senda mig í einhverja skoðun. Stóð leiðin inn á Ísafjörð? Já, ég var leiðin inn á Ísafjörð. En það var ekkert af mér sko. Bara sært stolt. Og vera komin í hópinn af þessu sem að hafa? Já, ég var sko fram að þessu var ég í seinni hópnum sko, sem hafði ekki velt. En svona er nú lífið. Já.